Góðan daginn eða góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og gestur minn í þættinum í kvöld Jón Bjarnason, fyrrverandi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra. Og Jón, ég ætla að byrja bara á að spyrja þig, hvar ertu fæddur og alinn upp? Já, blessaður og sæll og gaman að sjá þig. Við vorum saman á þinginu hérna í gamla dag og áttum góða stundir saman og mér fannst þú vera bara mjög öflugur talsmaður fyrir þau mál sem þú þar barðist fyrir. Bara gaman að sjá þig aftur, Grétar. Jú, það alveg rétt. Ég fæddur í Asparvík á Ströndum. Það nokkuð norðarlega. Ekki svo sem stór jörð en aðal... Það fyrir norðan hníf og gaffal? Nei, við vorum nú nokkuð glögg á hníf og gaffal og meiri að ég held að faðir minn og fjölskyldan hafði verið búin að kenna mér að lesa þegar ég var 4-5 ára. Þá held ég að var orðin fljóta læs eins og systkini mín. Þannig þetta var hörð lífsbarátta og faðir minn var reri, sjórinn var aðal starfi. Lífebrauðið, hann byrjaði sína formennsku 16 ára gamall og reri bæði á þorsk og hákarl og það var ju lífsviðurværi. Á hvað stórum bát var hann? Hann var á síldinni sem var tæplega 30 tonna bátur með miklum seglum og öflugt skip. Það verið vél. Það sett lítil vél í hana 1930 en hann var alltaf með seglunum borð. Já. Þetta voru ævintýri tímar í sjálfu sér en harðir. Það voru allir farin að gera sitt. Ég man að þegar maður var svona farin að geta gert eitthvað pínlítið þá var settur búkki eða stóll undir mann til þess að stokka upp blóður úr balanum eins og þú þekkir, það var að stokka þér upp og til þess að geta stokkað upp í stokkin þá þurftir að hafa ákveðna hæð og þá var settur stóll eða stokkur undir okkur til þess að við getum náð að stokka upp. Þannig að þetta maður lærði strax og var bara og lifði með sjónum. Nú síðan þá það sem gerist 1948-49 að þá fara togararnir inn á Húnaflóa og þá voru þeim hleypt þangað inn. Sko og við veitum náttúrulega bara á línu og færi og fyrst á línu og þorskurinn eins og veist í svona ákveðnu lænum í Húnaflóanum og eins og föðurbróðir minn sagði að það sást ekki á milli stranda fyrir möstrunum og á tórunum og þá var ekkert annað að gera en að vera í landi og þeir sópuðu svo fiskin upp úr Húnaflóanum á bara einu við 2 árum að hann var eiginlega svona ördeyð á eftir og þá var ekkert annað fyrir okkar stóru fjölskyldu. Við erum 10 systkinin, voru enda 9 þá en 1 bættist við og fleiri í heimili og þá var ekkert annað að gera en að taka sig upp og flytja. Og þess vegna flytjum við svo 1951, þá flytjum við frá Asparvík að Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi og þá voru alveg svissað farið úr sjósókn í fyrstunlega landbúnað og þessi stóra jörð Bjarnarhöfn. Þannig að þar elst ég svo upp svona til fullorðins ára. Og þar var landbúnaður, þar voru kýr og þar voru kindur og stundu grásleppa og farið á sjó. Þannig að ég svona alveg upp við þetta hvortveggja. En þetta hefur nú verið gott veganesti inn í lífið. Þetta var gott veganesti inn í lífið. Faðir minn var þá síðast sem gerði út á svona formlega var með hákarla útgerð og gerði út á... Og í Breiðafirðinu þá? Nei, á Ströndum gerði bæði út frá Asparvík og frá Gjögri. Og þetta var líf á fjörð þá, kannski 20-30 hákarlar í róðri. Já. Það var lifurinn sem var þá verðmætið. Já.
En við svissum sem sagt yfir og förum í Bjarnarhöfn og þar ekki þá stór bú og síðan liggur þá leiðin í skólan. Ég stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík og síðan liggur þá að það svona gafur að rekja ævi sína sko, sérstaklega með komin að þennan góða aldur að stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík, síðan liggur leiðin í Hafnarfjörð. Þá var ég búinn að fá kærustu í Hafnarfirði og þá kenni ég í Hafnarfirði í 1 ár, Lækjaskólann og Flensborg og Iðnskólann í Hafnarfirði. Já. Og síðan liggur þá leiðin aftur að Hvanneyri þar sem ég lík búfræðiprófi og þaðan liggur... Þú búfræðingur með það? Ég búfræðingur á Hvanneyri og síðan ég master frá Landbúnaðarháskólanum í Noregi. Já. Fer þangað og þar við og tek landbúnaðarvísindi. Varstu þar í 1 ár eða? Nei, ég verið þar í rúm 3 ár, 3 og 4 ár. Já. Og síðan að við verðum að telja þessa formlegu menntun, svo ég þá 1 ár í Edinborg, nokkru seinna líka í svona náttúruvísindum og aðalega stjórnun og kennslufræði. Já. Og með þessu öll veganesti þá fer ég að búa í Bjarnarhöfn formlega. Við flytjum þangað við hjónin með börn og byggjum þar upp í Bjarnarhöfn, íbúðarhús og stór fjárhús sem voru þá einn stærsti fjárhús á landinu á þeim tíma, 1971. Fjárhús fyrir nærri 800 fjár og með hlöðum og tilheyrandi og vorum þar í nokkur ár og byggum þar. Já. Nú, samtímis kemst eins og þú þekkir þegar einhver kemur og kannski ekki að setja sér mörk að þá verður maður fljótt svona allt í öllu. Ég var þarna tíma bæði stjórnarformaður kaupfélagsins og kaupfélagsstjóri og oddviti og formaður búnaðarfélags og sauðfjárræktarfélags og fulltrúi og aðalfundur stéttarsambands bænda og allt sem að manni gat dottið í hug að þér hefur verið tróðið í allt. Samfara því sem að við stóðum að stofnun framhaldsdeildar við skólan í Stykkishólmi og ég kendi þar svo líka, þannig að þetta var nú svolítið sprettur á bæði mér og fjölskyldunni. En svo 1981 þá skorað á mig að taka að mér hóla í Hjaltadal. Þá hafði skólinn þar, var það að leggjast af og mann þótti súrt að horfa á hóla í Hjaltadal fara í eyði eða leggjast af skólahald og það verður þannig að við hjónin, við Ingibjörg Kolka, kona mín og börnin, við flytjum að hólum í Hjaltadal 1981 og yfirgefum þá í framhaldi af því þennan stóra búskap í Bjarnarhöfn. Og ég síðan þá skólastjóri á hólum og var mjög skemmtileg tími, endurreistum staðir. Hvað varstu lengi skólastjóri? Síðan er skólastjóri þar til árið 1909-2000 að ég kosin á þing. Já. Þannig ég þarna í 20 ár skólastjóri á hólum. Skólastjóri, já. Og þaðan liggur svo leiðin inn á þing og með sömu hugsunur og ég hefði fæðst með í Asparík á sínum tíma. Það skildi jú vernda menningu og byggð hinna dreifðu byggða og þannig fer ég inn á þing til þess að fylgja þeim málu eftir. Já. Eðlilega. Og síðan atvikast svo að eftir nokkra þingsetu árið 2009 í framhaldi af því að minn flokkur sem þá Vinstri græn mynda ríkisstjórn og 2009 og þá verði ég landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Já. Og kom þá þar aftur að sjávarútvegsmálunum sem að ég var jú fæddur til á sinu tíma. Já, sem þú varst fæddur úr uppalið mitt. Já, þannig að þetta gaman að þessu. Já. En það var náttúrulega dálítið merkilegu tími þegar þú ferð í sjávarútvegsráðuneytið. Já, það var það og það var sjálfsög spennandi tímar.
Við vorum jú árið 2006-2008, þá unnum við mjög markvisst að því að búa til nýja stefnu í sjávarútvegsmálum. Og lögðum fram öfluga stefnu, kosningastefnu sem að hérna hafi bláa á þeim tíma. Þar sem að var gert ráð fyrir það að breyta verulega til í fiskveiðistjórnun, færa aftur fiskveiðiréttin til byggðana og treysta svona miklu víðari grundvöll fyrir sjávarútveginn og fiskvinnsluna heldur en að var þá orðið, því að þá var hann að færast á færri hendur. Og með þá stefnu erum við kosin, vinnum glæsilegan kosningasigur voru 2009. Glæsilegan kosningasigur, vinnum nær 23% atkvæða með minni þá, sem var mikið fyrir þann svona vinstri sinnaðan flokk. Og ég fer þá inn á þing fyrir Norðvesturkjördæmið og við förum þar 3 saman inn á þing fyrir Vinstri græn sem var mjög öflugur hópur, ég og Lilja Rafney og Ásmundur Stefánsson. Já, Ásmundur Daði Einarsson. Og í þessu uppgjöri sem að við að mynda ríkisstjórn, að þá verði ég landbúnaður og sjávarútvegsráðherra. Það er reyndar gaman að segja frá því, sko, svona eftir á að Samfylkingin sem var þá með stefnuskrá sína gangi Evrópusambandið og uppboð á öllum sköpuðum hlut að bjóða allt upp, fiskveiðiheimildir og hvað gat dottið í hug í þeim efnum. Og þeim leist nú kannski ekkert rosalega vel á það að fá eins og manni svo mig, jarðbundinn félagshyggjumann og alinn upp í svona grunnsósíalisma, að fá hann sem ráðherra. Og ég man þegar að áttum tal saman og Steingrímur sagði Jóhanni en hann stæði upp með það að verða að gera mig að landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra. Ég hafði aldrei, ég vissi ekki annað en ég væri að verða samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og veit ekkert annað fyrir ég að koma inn á náðu fund. Það var bara svolítið gaman að þessu. Þá gekk kapallinn ekki upp hjá þeim forvinunum, Jóhann og Steingrímur, þannig að þau lendi eitthvað skeri með sinn ráðherrakapall og ég var náttúrulega með það sterka stöðu bæði með þingmannareynslu og bakgrunn til þess að verða ráðherra. Þannig ertu búin að vera á Alþingi í 8-9 ár. Já, og þá með mikla lengstu þingrislu fyrir utan svona þessa almennu reynslu að vera fættur í Asparík og Skólavörðu og Hólum og hafa kennt í Hafnarfirði. Þannig það var nú ekki svo þægilegt, þau hefur kannski bæði óska eftir því að ganga fram hjá mér, en þá gekk það nú ekki upp. Og ég man þegar Steingrímur segir að Jón Bjarnason eigi að vera landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra og þá segir Jóhanna bara beint út: heldur þú að ESB og LÍU samþykkju nokkuð tíman Jón? Og ég vissi alveg hvað klukkan sló. Var það áhyggjuefni hjá Jóhönnu Sigurðardóttur að LÍU þyrfti að samþykkja þig? Já, það var það og sennilega áhyggjur beggja, bæði Steingríms og Jóhannu. Það var nú þannig að það var verið að reyna að ganga frá ykkur sem hét stöðuleika samningur á þeim tíma að sko, við erum að koma út úr hruninu vegna þess að ýmsir einstaklingar og fyrirtæki höfðu farið bara offari, farið eins og eldur eigur Íslendinga. Og útgerðin var þar ekki að undanskilin frekar en bankaeigandur og öðru þvílíku. Þetta var bara fullkomlega siðleysi hjá mörgum hann á ferð. En við vorum hálfgjaldþrota eða mörg fyrirtækin
og það var svona stöðugleikasamningur sem að var verið að reyna að pína okkur til að gera, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og fleiri kröfðust þess og þar á með að var krafa LÍÚ að engar breytingar eru gerða í sjávarútvegsmálum. Það hljómaði ekkert rosalega vel fyrir mig og okkur sem voru búin að vinna stóran kosningasigur út á það að breyta. Meðal annars það sem að formaður Landssambands smábáta útgerðarmanna í dag, nýkjörinn, Kjartan Sveinsson, hældi sérstaklega þér fyrir að koma á strandveiðum. Já, sko, við vorum með þetta í áfengum hvað við vildum gera. Já. Og LÍÚ taldi sig þá hafa náð einhverju samkomulagi sem að ég staðfesti aldrei að það ætti engu að breyta. En ég sagði við breytum þessu og það fyrsta sem við ræðist í strandveiðarnar, að koma á strandveiðum. Við höfum lofað því að koma á strandveiðum. Já. Og við setjum strax vorið 2009 vinn í það að marka þeim strax farveg. Já. Það átti að stoppa það með öllum ráðum. Það var skipið einhver svona stór sáttanemnd í sjávarútvegi og svona og þú veist nú þekkinu eins og ég sko að sáttanemnd nefndir í einhverjum svona stórum pólitískum málum má alveg bara orða saltnefndir eða setja mál í salt. Og ég neitaði því að strandveiðarnar færi í salt og þeim komið á strax. Ég man ekki hvort þú varst á þingi þá. Nei, Frjálslyndir-flokkurinn féll út því miður, en út á það að við lofum því að koma á strandveiðum. Já, meðal annars. Það hjálpaði. Og það allt gert til þess að stöðva strandveiðarnar, frumvarpið. Þetta var nú ekki svona stórvægilegt sem við ætlum að fara af stað, en það þurfti að vera komið út fyrir 1. júlí, annars var ju sumarið liðið. Þannig að þetta var ekki, við erum komið með frumvarpið fram í byrjun júní, síðan þvælist það í þinginu og ég get bara sagt þér eitthvað harkaða mikið í þessu að til þess að reyna að koma í veg fyrir að málið færi út úr annarri umræðu á sínu tíma. Þá þarf til þess að greiða atkvæði það að málið megi fara út úr annarri umræðu í þinginu. Þá þarf ákveðin fjöldi þingmanna að mæta, bæði að mæta og samþykkja það. Og til það þurfti bara einfaldan meirihluta að samþykkja það, en það þurfti einhvern lágmarksfjölda þingmanna að mæta í salinn til þess að greiða atkvæði. Og þegar kemur að atkvæðagreiðslu að greiða atkvæði hvort málið megi fara til 3. umræðu, að þá labba allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins út úr þingsal til að reyna að koma í veg fyrir atkvæðagreiðsluna þar. En betur fer þá voru það harður stuðningur bæði innan VG og Samfylkingar sem að stóð og við stóðum þessa hreinu af okkur og málið komst til 3. umræðu og þá áttu aftur að reyna að tefja það til þess að komið veg fyrir að það næði fram að ganga þarna 1. júlí. En okkur mér tekst áður en að þingfundur lýkur á föstudegi að með myndir fyrir 1. júlí og þá það afgreitt og til þess að koma því í stjórnartíðindi fyrir 4:00 að þá hleyp ég með frumvarpið eða með lögin staðfestu Alþingi á milli handhafa forsetavalds, forseti var nú ekki á landinu þá, þannig að ég tínu upp handhafa forsetavalds sem eru þá forseti Hæstaréttar og forseti Sameiginlegs og til þess að skrifa upp og kem síðan málunu til í stjórnartíðindi fyrir 4:00 þannig að hægt var að undirbúa síðan málið áfram og koma strandveiðunum á mánudaginn. Þetta var kapphlaup, skal ég segja þér. Og sem ég mjög stoltur af. Já, en þetta hefur ekki verið mikið fjallað þetta ferli. Sko, sumir sigrar þannig að þeir sem tapa vilja náttúrulega ekki hafa orð á því. Og þeir sem vinna, sko, kannski sá að þetta var fyrst og fremst sigur örfárra manna.
Það nú eins og þú þekkir úr þinginu og starfinu. Það ekki endilega sko flokkarnir sem náðu fram málum. Það eru einstaklingarnir sem að ná fram málum. Og ég má nú til mig bara nefna í þessu sambandi að eitt með tvista verk var sem ráðherra var að ráða fyrirhugaði formann Frjálslynda-flokksins Guðjón Arnar Kristjánsson sem sérlegan aðstofamann til þess að koma þessum málum með mér á. Hann þekkti hvernig lóa stóran blett í kringu landi og nákvæmlega hver fiskur var. Hann var alveg ótrúlegur hann Guðjón Arnar. Einstakur samninga, gott að vinna með honum. Og það meðal hans sko svona þessari miklu tilfinninglegu nánd sem hann átti við sjóin sem okkur tókst svo vel að koma þessu á. En svona í lokin ekki sagt að þegar ég réði Guðjón Arnar sem aðstofamann að þá bárust mér formlega athugasemdir frá LÍÚ að ég væri að ráða mann inn í ráðuneyti sem væri ekki þeim hliðhollur. Svona var nú harkan. Já, en sko það eðlilegt að hagsmunasamtök sé að setja út á starfsmannahaldi í ráðuneyti? Sko þegar hún komin í svona, ég var ekkert að hugsa það, sko. Þegar hún komin í svona starf að þá maður bara með innbeittan vilja og búin að sjá fyrir sig hvernig maður ætlar að vinna hlutina og gerir sér alveg grein fyrir því að ef þú ætlar að ná málum fram sem þú hefur sannfæringu fyrir þá máttu líka búast við því að aðrir séu andvígir og reyna að koma í veg fyrir það. Jú, en maður hefði bara haldið að hagsmunasamtök eins og sérhagsmunasamtök eins og LÍÚ að þeir myndu nú sitja á sér sko, ekki að vera að gera þetta opinbert. Þetta nú bara svona greita minn sko en að mér finnst nú bara alveg eins gott að segja að þetta bara reyndi að þetta gekk mjög vel hjá okkur og samstæði við Guðjón Arnar var mjög gott. Já. En auðvitað var þetta sérstakt að koma inn í sjávarútvegsráðuneytið sko. Það að ég kunni nú landbúnaðarmálin og stjórnsýsluna nokkuð vel sko. En það verður bara að segjast eins og að sjávarútvegsráðuneytið var þegar ég kom þarna þá var alveg ljóst að stórútgerðinni og þeim sem að þar réðu ríkjum fannst þeir eiga tröppurnar og andirið og sætið við borðið og allt. Ég ekki að hafa móti nánu samstarfi við hagsmunasamtök en það þarf líka að gera sig grein fyrir því. Og nauðsynlegt að hlusta á þeirra tillögur og rök en þá kannski ekki að fara eftir þeim 100% sko. Já, maður með að færa rökin og menn fylgja sínum málum eftir og svo tekin ákvörðun og þetta samstarf gekk í mörgu vel þó að væri stórir átaka-liðir í ýmsu. Já. Eða flyttir. Já. Þetta var sigur með strandveiðarnar en það sem var í okkar huga á þeim tíma og mér sem ráðherra og stefnu þar sem við vorum kosnir til var að þetta var bara fyrsta skrefið í breytingum. Já. Síðan átti að taka næstu skref þar sem að átti að innkalla eða taka ákveðið magn á ári af fiski til þess að deila því síðan út með öðrum hætti, bæði til strandveiðiflotans og annarra útgerðarflokka. Þetta var okkar stefna og síðan að fylgja aftur út með. Þú náttúrulega tókst rækjuna út úr kvóta. Sko þetta var nú Greta, þetta var alveg ótrúlega spillt. Í kerfinu þá voru rækjan og menn voru með kvóta heimildir í rækju sem var verðlögð svo mikið en hún var ekki veitt. Og menn höfðu heimild til þess að flytja þetta á milli skipa og breyta þessu aðra tegundir og kannski var búið að safna rækjuveiði heimildum á báta sem aldrei fóru á sjó.
Og þetta var náttúrulega, svo var aðrir sem að vildu fá að veiða rækju Fengu það en fengu ekki þessar heimildir. Og þá bara heimildir lögum að ef þú ert ekki að nýta með þann hætti sem að lögin kveða á þessa veiðiheimild sem þú færði bara tímabundið, þá heldur henni ekki. Og ég tók þessuna rækjuna úr kvóta og sett á hana sóknarstýringu. Já. Nú, þeir kærðu þetta eins og þú veist og kærðu þetta fyrir að með minni bæði fyrir undirrétt og hæstarétt og töpuðu því og töldu að þetta væri fullkomlega heimilt. En nú hafði þetta verið gert áður, ég man eftir að Árni Matthísen hafði tekið einu sinni stimpið út úr kvóta 1 árið. Jú, það svona kerfi sem að hefur svona verðmæti í höndum og það verð það náttúrulega með kjaft og klóm. Og það lærið því hver sjálfan segir því. Já. Þetta var nákvæmlega eins með skötuselun á sínum tíma. Skötuselun var jú flökkufiskur sem kom hérna upp að ströndinni eins og mannst og fyrst upp að suður og austurströndinni. Svo hann settur í kvóta árið áður en ég kem þannig. Og þá töldu þessi menn sig örfáar útgerðir þannig eftir eiga skötuselin. Svo fer hann að veiðast í gríðarlegu magni inn á Breiðafirði, inn á Ísafirði, inn á Húnaflóa. Þetta færðist bara vestur eftir ströndinni með landinu og vestur á Snæfellsnes og Breiðafjörð og svo út af Látrabjargi og endaði inn í Ísafjarðardjúpi. Grásleppunetin fylltist að þessu. Og þetta var og menn voru lögbrotar ef þeir innbyrtu þetta og svo framvegis. Áttu ekki kvóta fyrir þessu. Og svo áttu þeir þá að fara að kaupa kvóta af einhverjum mönnum sem byggi í Þorlákshöfn eða eitthvað nokkuð. Þannig að þetta var svo fráleitt. En þannig að ég þarna tek ákveð vagnar skötusel og til þess að dreifa þetta svæði þar sem að þetta kom sem hlíðarafli í Veiðarfirði. Já, meðafli. Þetta var náttúrulega kært eins og mannst á mikilli hörku og fór nú fyrir Hæstarétt. Og þeir töpuðu því þannig að þetta var talið í fullum rétti. Þannig að þetta voru átaka árgrétar í þessu og ég vildi náttúrulega gera miklu meir. Ekki farnir að tala það kannski sem að mestlætin voru út af og það var makrillin. Já makrillin náttúrulega stór merkilegur fiskur. Já. Þetta nú heilagur fiskur. Hann svo slingur að hann kemur ekki fram á svona almennilegu bergmálsmælingum. Nei. Hann bara liggur einhvers staðar. Það þarf að vera með hátíðni græjur á hann. Já. Til að fá hann á vastig. Þannig að menn vissi ekki svona hátíðni tæki. Menn vissi ekki nákvæmlega svona hver hefði útbreiðsla hans verið eða hvað. Nei. Nema að Jón Lærði segir þarna einhvern fyrir 1800 að þá hefði orðið svartur sjór af makríll fyrir Vestfjörðum. Þannig að hann nú komið hér. Svo kemur hann gríðarlega miklu mæli og það farið að veiða hann 2008, 2009 fyrst sem meðafli með síld. Já, það var eiginlega byrjunin á þessu að það var ekki hægt að veiða makríll nema vera með síldakvóta í upphafi. Já, hann kemur inn sem meðafli, en síðan fara með bara veiða makríll. Og 2008-2009 farið að veiða makríll og við gefum út sérstaka svona ákveðna viðmiðun makríllveiðar. En hann allur veittur í gúa nú. Já. Og hann allur veittur í bræðslu. Þú setur lög það að eiga vinnan í til manneldis. Þetta var nú makrillin var komin inn á miðin og fyllti miðin hérna 2008-2009. Við erum jafnframt með umsókn aðild að Evrópusambandinu sem var aðal baráttumál Jóhann og þessuna Steingríms líka og að komast í Evrópusambandið.
En Evrópusambandið neitar að ræða sjávarútveg og reitur raunnu og mjög tregt og neitar að ræða sjávarútvegsmál nokkuð meðan við veiðum makríl. Heimtaði við hættum að veiða makríl. Og ég neitaði því og bara veiðum makríl og þeir hafna því að við fáum sæti við svo kallar strandríkjaborð sem að var að skipta sameiginlegum stofnum og segja að Ísland eigi engan makríl og þetta sé bara villur ráðandi fiskari af einhver hafi veiðst hér. En svo þetta að fara að veiðast eins og þú segir, 2008-2009 þetta að fara að veiðast í töluvert magni, séu komin 90.000 tonn, 110.000 eða 20.000 þarna 2010-11 og svona framvegis. Og þá stend ég bæði fyrir þeirri pólitísku ákvörðun. Við liggjum undir ámæli frá Evrópulöndunum það að við séum bara að vinna til bræðslu. Ég legg undir ámæli frá mínum eigin flokksmönnum að við séum að leyfa svona bræðsluveiðar á fiski, ekki til manneldis. Og í þriðja lagi þá liggjum við undir því að ESB-umsóknin í raun stopp eða þvælist fyrir Evrópusambandið neitar að ræða við makríl. Þannig að þess vegna fer ég í þetta í þessari röð. Ég set manneldiskvóta á makrílinn, skikka mönnum að ákveður hlutfall. Farið til vinslu, manneldis. Til vinslu í flökun og fristingu. Og síðan sem að náttúrulega þetta umdeilda mál að ég bæði skildað til manneldis og það þýðir það að þessi stóru góðan og skip gátu ekki veitt. Þau byggðu sitt magn á því að geta settið til bræðslu. En við erum að ná þessu magni 110.000 tonnum og til þess þurftum við að nota allan flotan. Og eins og kannski vannst þá staðan svo með flotan, fiskveiðiflotan allan, að þorskuðheimildir höfðu verið skortað niður. Voru kannski 160.000 tonn nokkuð þannig að stór hluti flotans bæði ísfisktogarana og voru verkefnalausir og það því fylgdi líka að landvinnslan víðum land var í lamasessi á fiski og við vorum í miðjurhruninu þannig að það var spáð hérna 15-20% atvinnuleysi á þeim tíma, 2009-2010. Þannig að þess vegna setja þessa matvælaskyldu á og að hvetja og liðka til þannig að allur flotinn getur farið á makrílveiðar. Og það verði síðan að bæði ísfisktogarar og færabátar og allur flotinn hann þurfti ekkert neitt ný veiðarfæri, hann gæti notað eiginlega öll veiðarfærum sem áttu og farið á þessar veiðar. Og síðan var land og makríllinn gekk inn á hvert fjörð og hverja vík. Og þá var hægt að landa makríll til matvælavinnslu bara hringinn í kringum landið. Vestmannaeyjum, Hólmavík bara. Og þetta atvinnuleysi sem var spáð í kringu hrunið kom aldrei. Vegna þess að makríllinn hann kemur upp með þessi gríðarlega búbót, kostar ekki neitt viðbót og kostaði í veiðarfærum. Það var einu skipin í bátaflotanum voru trillurnar sem þurftu að breyta. Þeir áttu færarúlunar en þeir þurftu að búa til svona blakkir og rennur fyrir sinn útbúnað. Já, það var eina sem þurfti að breyta, sko. En taktið, sko, menn er að tala hvað hafi bjargað okkur út úr hruninu. Þarna kemur makríllinn inn. Og mér minnir að fyrstu og þarna þessi ár 2009, 2010, 2011 eru kannski að fá 40-50 milljarða króna sem var háar upphæður þá og allir upp í 60 milljarða króna sem að koma inn í þjóðarbúið án eiginlega, við notum mest veiðarfæri sem voru, hendurnar sem voru tilbúnar að vinna það. Þannig að þetta er kannski eitt af stóra sem að hefur áhrif að bæði að halda atvinnu og koma okkur út úr hruninu. Réttan kjöl.
Þannig að þetta var nú svona, en síðan veistu framhaldið sko, það svo þarna, fyrst var þetta nú gert í svona samkomulagi við útgerðina þessa matvælavinnslu. Já. Þeir þóttust nú sumir vera það stórir að það ætti ekki verið að skipa þeim fyrir hvernig þetta að veiða. En í rauninni voru þetta allt aðrar veiðar, að veiða makríl til manneldils, til frystingar heldur en að veiða makríl í Grúaná. Já, það þýddi það að þeir urðu að vera styttra á veiðum og veiða minna magn. Já. Og allt annan útbúna. Þeir fylltu bara skipuna þessu og voru ekkert að spegla hvort að það var einu degi lengra að skemur. Þeir voru með kælitankana virka og kældu þetta niður og svoleiðis. En þessi makrílveiðar og þessi manneldiskrafa, þessu stífu kröfur sem ég setti á, gerði það verkum að það hleypti mikið framhróðin í gang í frystu og kælubúnaði á fiski borð. Makrílinu þarf að kæla mjög hratt niður og mjög lágt til þess að halda vinnslukjötunni og halda gæðunum í lagi. Já, þannig að þetta var gríðarlega mikið mál. Nú svo kom nú upp sko þetta að sem þessum gúanóflota eða bræðsluflota fannst á sig gengi þegar þau fengu ekki ennþá meiri viðbót af makríl veiðinni. Ég held að við stoppaði 110-12.000 tonn og síðan viðbótunum var deilt á önnur skip og svona nokkuð. Og vinnsluskyldan óbreytt og þá töldu þeir sig að þar væri verið að taka af sér rétt og kærði það eins og veist að það hefur verið ólöglega að þessu staði að láta að deila út þessu makríl og önnur skip. Þetta væri bara örfá skip frá Vestmannaeyjum og einhverjum höfnum á Austfjörðum sem ætti allan makrílinn og höfðuðu mál í þessu og eftir sem töpuðu reyndar í undirrétti. Það var mjög góður undirréttardómur sem sagði að ég hefði sem ráðherra alveg haft fulla heimild til þess og meiri segja að verið mjög gott að ég gerði þetta hefur nú verið virkilega í anda fiskveiðistjórnarlagana, fyrstu greinar þar sem að stendur og nytjastofnarnir eru sameign þjóðarinnar og á að nýta þá sem og mynda aldrei eignarrétt og nýta sem besti þá í þjóðarinnar. En Hæstiréttur síðan snýr þessum dómi við þannig að dæmir þetta nú ólöglegt. Var það ekki mjög sérstakur dómur og var það eðlilegt hvernig var staðið að því? Já sko, nú ég nú að fá mig bara vatngreina sko. Þú veist að djúpríkið á sér hérna ýmsu leiðir og við sem erum búin að vera lengi í þessari pólitík og stjórnsýslu vitum að djúpríkið víð og ferð. Og þannig að það alveg rétt sko að mínu mati þá var þessi hæstaréttardómur bara skandall og ég hefði haldið að þyrfti að taka hann upp aftur. Sko fyrsta lagi þá tók hann málið ekki til efnislegra meðferðar. Nei. Bara pólitískra meðferðar. Og að mínu mati og eftir þessi best en þetta var gríðarlega mikið í húi fyrir útgerðarmennina þeir voru búin að tapa rækjuselsmálinu rækjumálinu þeir voru búin að tapa skötuselsmálinu þeim aðgerðir sem gerði og urðu þarna voru orðin mjög smekir og eins og þú ert að þá sem mér finnst það að vera sko alveg furðulegt að þá kallaðir inn í dóminn til að dæma. Maður sem að bjóð til kvótakerfið að stóru hluta. Já, þá kallaðir inn í dóminn Árni Kolbeinsson sem að var jú búin að vera svo góður og gegn hæstaréttardómari en var farin út úr Hæstarétti þá en þegar má kallað og aftur inn í dóminn og
hann síðan kvaddur inn í dóminn en Árni jú aðstofamaður Halldórs Ásgrímssonar sjávarútvegsráðherra þegar að þessi lög voru sett og hann síðan ráðuneytisstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu og síðan fjármálaráðuneytinu, þannig að hann var svo ofboðslega nátengdur þessu máli. Þetta var þessi lög sem var síðan dæmt eftir voru mjög pólitískt umdeild. Var ekki sonur hans Kolbeinn Árnason síðan forstjóri LÍÚ á þessum tíma? Jó, það alveg rétt hjá þér. Ég ætla nú ekki að fara að tengja það neitt sérstaklega saman. En það rétt hjá þér, hann er hérna framkvæmdastjóri LÍÚ og síðan samtaka SFS á þessum árum. En ég veit ekki hvort að, ég ætla ekki að segja hvort að Hæstiréttur hafi dæmt rétt eða rangt og vafalaust verðum alltaf að lúta dómi Hæstiréttur þó við getum haft á honum skoðun. Maður spyr bara, hvar vanhæfni? Geta menn dæmt í máli fjölskyldumeðlima? Sko, ég hef allavega talið að ríkislögmaður sem átti að gæta hagsmuna ríkisins í þessum efnum hefði náttúrulega átt að gæta þess að Hæstaréttardómurinn sjálfur væri ekki skipaður mönnum til að dæma í þessu sem að gæti verið málinu mjög tengdir. Þannig að þessi dómur féll svona og þó mér finnst hann að vera rangur og þá það þó sem bara mín skoðun og ekki rétt á þessum staðinn. Það sem síðan skondið, Grétar, að svo náttúrulega fá þeir þetta dæmt svona og síðan höfðu þeir skaðabótamál og fara fram á fleiri milljarða í skaðabætur og það hefði valdið þeim svona miklu tjónu þessi lagasetning. Nú það ekki fyrir núna bara kannski í ár eða fyrra sem að kveður upp skaðabæturnar og þá endar það með því að annað fyrirtæki fær 250 milljónir hinn 280 milljónir í skaðabætur. Búnir að reka málin með miklum kostnaði fyrir dómstólum og fá svo þessar málamynda skaðabæti sem náttúrulega bara krókurinn í rassinu á þeim eins og sagt var á sjónum að hleypa með krókinn í rassinu. Það sem líka skondið í þessu Grétar að þau fyrirtæki sem höfðu mál út af því að það hefði verið að skerða kvóta þeirra í óréttmætum hætti. Þau eru kannski flest ekki til lengur eða þau eru komin í annarra eigu. Og þegar þessi kvóti sem við erum þarna að tala eða heimildi til að veiða makríl, honum var deilt út að hann fór ekkert bara út Hafsauga eða Kýrauga. Honum var deilt á önnur skip og aðrar útgerðir. Þannig að nú getur verið komið svo staða að útgerð sem að fékk þennan makríl sem að hafði síðan verið að mati dómsins ólöglega úthlutað. Hún sé búin að líka eignast útgerðina sem að fæ bæturnar. Þannig að þá voru þetta bara oft komið í kross. Sá sem fékk makrílinn líka orðinn eigandi hins. Þannig að hann heldur bæði heimildunum sem hann var með og svo líka bótunum sem að það fyrirtæki fær fyrir þennan makríl. Þannig að þetta mér finnst þessi makríl bara, þú finnar ég nú aðeins heitur út af þessu, því að þetta var svo fullkomlega mikil frekja og yfirgangur að ég var alltaf kynnsku öðru en þannig séð siðleysi. Því að gera grein fyrir því ef ég hefði ekki gert þetta, ef ég hefði ekki krafist manneldisvinnslunar sem að settu þessa gúana útgerðir í uppnám, ef ég hefði ekki krafist manneldis, ef ég ekki dreifti svo flótan og veitt þetta magn
og farið eftir þeim kröfum sem þá voru uppi, þá hefði orðið við kröfum Evrópusambandsins, þá hefðu við hætt að veiða makríl. Og þá hefur þessir aðilar sem voru þarna höfða mál, þá hefur heldur ekki fengið neitt makríl. Því ef íslensk stjórnvöld hefur fengið að ráða sinni ferð þá, með skotu sumir, þá hefur stoppað veiðar. Þá voru þeir að stoppa veiðarna til þess að Evrópusambandið vildi halda áfram umsókninni. Þannig að þessar útgerðir sem höfðu mál á þessum grunni og höfðu sem þessum hætti voru að mínu viti þetta var mjög ósanngjarnt og sýnir að þetta að þau voru að hafa voru þarna með að haga sér mjög gegn ákvæðan fiskveiðistjórnarlagana. Svo getur nú svona sagt sem rúsin í pilsendunum af makrílnum að svo þarf að Hæstiréttur dæmir núna í fyrra bæturnar þessar 250 eða 300 milljónir. Þá vísar hann jafnframt frá kröfum þeirra sem hefðu gert vegna úthlutunar 2010, 2011 og 2012 þann tíma sem ég var ráðherra því þær kröfur séu fyrndar. Reglugerðin var settir eins árs eins og veist. Þannig að næstu ráðherrar sem komu eftir mér, Steingrímur Gunnar Bragi, Þorgerður, Sigurður Ingi og að það eru þeir sem hefur verið dæmdur ólöglegir til þess að greiða þessar bætur en þau ár sem ég var ráðherra að kröfur vegna þeirra voru fyrndar. Þannig að þetta er nú allt sem er mjög skondið en útgerðarmennirnir og þjóðin öll, þetta má jú vera og ég er stoltur af þakklátt fyrir að þessar aðgerðir voru gerðar í hruninu. Það vantaði atvinnu, það vantaði gjaldeyri og við þurftum líka að stoppa Evrópusambandsumsóknina og allt þetta gekk upp með þessum aðgerðum sem ég gerði. Já, og náttúrulega við værum ekki með eiginlega þann möguleika að veiða jafn mikið af makríl í dag eins og við erum þó að gera. Það er ósamið makrílinn og ég hélt mig við að við tækjum að með minni 16,5% af heildarveiðinni, ekki af útútugum kvóta, heldur heildarveiðinni og það, ég veit ekki annað en að það standi enn þann dag í dag. Svo, og makríll líka töfrafiskur, ég vissi það í árslok 2011 þegar ég fann að það átti að fara endalega að losa mig út úr ríkisstjórninni þá hugsaði ég að við skulum nú bara ljúka þessu með stæl og ég hefði áður tilkynnt í ríkisstjórn að ég myndi gefa út makrílkvóta fyrir næsta ár. Vissi reyndar líka að Evrópusambandið var alveg brjálað og hafði stoppað allar samningaviðræður ESB meðan við veittum makrílinn. Þannig ég segi svona að í desember, meðan desember, þá tilkynni ég inn í ríkisstjórn hvað ég hafi hugsað mér að gera í þessum efnum. Og svo þegar að ég er látin hætta hann að 31. desember, eða 30. desember, þá vissi ég að fékk ég svona einstaks fyrirvara. Og þá settist við bara niður við nánustu samstarfsmenn í ráðuneytinu. Og sem ég hefði fulla heimild til skrifa út kvóta Íslands í sameiginlegu makríl fyrir næsta ár tilkynni hann og þetta var svolítið kapphlaup. Ég vissi að það myndi vera kannski setið mig í síðustu mínútundar hann í ráðherrastólnum þannig að þetta þurfti að afgreiðast klukkan 4 á föstudag fyrir Kálfarsdag. Og við erum þá tilbúin með reglugerðina. Rétt fyrir 4 búin að láta þann sem sér prentinu í stjórnartíðindum vita. Og svo rétt fyrir 4 að þá fer reglugerðin 140-150.000 tonn af makríl fyrir næsta ár út og orðin þá formulega ákvörðun ráðherra. Og leið og hún var birt í stjórnartíðindum þá vissi ég að þessi Evrópusambandsumsókn væri dauð
og ef ekki varanlega dauð. Því að auðvitað gæti næstir á þeirra breytt þessi ef hann vildi, en það hafði enginn kjark í sér að fara að skera hann aftur niður í ekki neitt eftir áramótin. Þannig að eins og segir, makrillinn töfrafiskur. Já, það má segja það í höndunum á þér. Það var, já sko, ég get sagt þér það líka að makrillinn var það sem stoppaði inngöngu Noregs í Evrópusambandið á sínum tíma. Það er búið að ganga frá öllu, búið að ganga frá samningum og þegar að útgerðar á vestur og norðurströnd Noregs gera sig grein fyrir því að hinn Evrópuríkin fá sama aðgang og þeir að makrillum meðfram í Noregsjó og meðfram ströndum Noregs, að þá snerið þeir alveg við blaðinu. Þannig að skoðanakannu daginn áður sýndu að það myndi vera samþykkt að fara í Evrópusambandið, en þetta fóru svo eldur í sínu að Evrópusambandið myndi fá að veiða í sameiginlegum makrillstofnum meðfram ströndum Noregs, og þá snerist blaðið alveg við og Evrópusambandsumsóknin var felld í Noregi, þannig að makrillinn er töfrafiskur. Já, en það er nú það sem að verður sjálfsagt það sem ræður úrslitum aðild Íslands að Evrópusambandinu er afstaða til fiskveiðistjórnunar kerfisins á að hleypa útlendingunum inn í íslenska lögsögu eða yfir á einhverju leyti yfir nýtingu á fiskistofnum á Íslandi. Já, það er alveg svo segir sko að Evrópusambandið er ekki góðgerastofnun, það er ekkert hjálpastofnun kirkjunar eða neitt svona. Og þeir ásælast náttúrulega finnst það auðlindir Íslands og þar á meðal er hafið og fiskurinn í sjónum. Og þó okkur finnist og deilum hart það hvernig og hverjir hafa rétt til að veiða hvernig hér af innlendum aðilum, þá er það bara háð íslensku lögum og við tökumst bara á það og því er hægt að breyta, en fiskurinn er áfram auðlindin okkar. En ef við förum í Evrópusambandið, þá ertu bara að fjarka í besta falli við einhverja við sko, ef að þeir eiga að ráða hvað við veiðum mikið magn af hverri tegund, ef þeir eiga að geta komið og veitt í lögsögunni okkar, sjálfsagt þá af einhverju forstum að við getum veitt eitthvað inn í þeirra lögsögu sem er kannski allt önnur mið og annars konar fiskur og miklu minna magna á honum þar heldur en þó hér á Íslandi. Já, það er sko, það er ekkert að blekkja sig í þessum efnum. Ég spái því þó svo að við séum að tala að við getum fengið lægri vexti með evru í fyrsta lagi og fengið jafnvel samkeppni frá bönkum inn á íslenska markað, tryggingafélög og eitthvað þess áttar, en ef það gæti verið gott, ef það væri, ef við höldum fullum yfir á það rétti og ákvörðunum verða okkar auðlindirnar bæði til sjós og lands, þá er ég að tala heitt vatn, þegar við flytjum ekki út heitt vatn, en við erum að nota heitt vatn í raforkuframleiðslu og kalt vatn eru hugsanlega getum við flutt út og annað þess áttar og síðan fiskin í sjónum. Sko þetta er eins og segir, sko, þessar auðlindar eru við hér sem fullvalda þjóð og við þurfum þá að halda þeim auðlindir sem gera okkar að fullvalda þjóð og þar og meðal eins og segir, það er orkan, það eru fiskimiðin, það eru sagan og menningin okkar, þetta sem gerir okkur að þjóð og kostum og borgar í evrum eða gulldal eða tólk eða smjöri, það er svo aftur bara
annað mál en auðlindin og þessi Evrópusambandsumsókn sko bara afgreita, þetta sko fullkomi blekkingarugl og á ekki að líðast að stjórnmálamenn geti verið að halda þessu og lofti eins og gert og án þess að segja sannleikann. Sem við erum farnir að gera nú þegar að Hafrannsóknastofnun á Íslandi, hún fer með sínar tillögur alltaf til ISIS eða alþjóða hafréttaráðsins í Kaupmannahöfn og fær það stimplað í rauninni að þeir séu að veiða eftir vísindalegri ráðgjöf. Já, sko, þarna kemur nú inn á annað stór mál, sko, sem að einmitt ég tókst á við í ráðuneytinu. Gott að vel með þetta ISIS eins og þú segir, sko, en það er engin alþjóða dómstól, það bara hópur manna sem eru þá að reyna að meta einhverjar rannsóknir og niðurstöður sem það fær. Þegar ég var ráðherra þá lagði ég áherslu á að taka upp samstarf, miklu nánar samstarf við kollegana í Grænlandi og Nýfundnalandi og Kanada. Og ég taldi að við ættum alveg eins að taka upp nánara samstarf við þá og alls ekki að vera að láta svona stofnir svo ISIS sem þú nefnir vera að hafa einhvern svona pólitískt eða úrskurðarvöld eða nánast yfir veiðum á Íslandi. Það raunveruleikin í dag hjá okkur. Já, það bara rangt að gera það. Það bara svo einfalt að þegar það getur verið erfitt að taka ákvarðanir en það verða þeir sem eru í stjórnmálum og eru kosnir til að taka ákvarðanir. Þeir verður það bara axla það ábyrgð. Þú getur ekkert framselt það til einhverja embættismanna í þeim efnum. Þú varst fyrsti ráðherrann til margra ára. Þú þarft að fara aftur að Matta Bjarna þegar hann var ráðherra 77, 8 og svo í Lúðvík Jósefsson þegar hann var ráðherra ennþá fyrr sem vildir gera einhverja breytingar og þú ert svo fyrsti af, ég veit ekki hvað eru margir, ráðherrarnir sem eru búin að vera og þeir hafa allir verið að þjónka LÍÚ, liðið meir og minna, þegjandi á hljóðalaust og gert allt sem þeim hefur verið sagt að gera. Já, þetta gott að heyra hjá þér, sko, en maður verður að segja það að ég ber virðingu fyrir þessum útgerðaraðilum og öllum sem að keppast við þetta og að þau nefnir sko, það gott að hlusta á og ég get alveg sagt sko að eitt af þeim útgerðaraðilum sem að ég áttu gott samstarf við þó hún væri mikið sammála, fekk ég ráð og mat á hlutunum. Það voru öflugir útgerðarmenn eins og Guðmundur í Brim og Fiskiða Sauðárkróks. Þarna voru forsvarsmenn fyrir þessu tvö fyrirtæki. Þeir voru ju að berjast fyrir hagsmuni fyrirtækja sinna en það var mjög gott að leita ráða hjá þeim og mat á hinum ýmsu atriðum. Þannig ég bara til þess að nefna mjög öfluga samstarfsaðila í þessari stórútgerð. Já. En það verða sko pólitíkusar og ráðherrar fá bara ákveðin tíma, afmarkaðan tíma. Þeir eiga að sýna hvað þeir standa fyrir, þeir eiga að vera aðbúnir að segja það áður fyrir hvað þeir standa, þannig að fólk viti fyrir hvað þeir standa og hvað þeir ætla að gera. Þeir eru alveg búast við því að það sé ekki allir þeim sammála en það að standa við og standa undir því trausti sem við komum til sínt, það eiginlega það mikilvægt og það var það sem ég gerði sem ráðherra, fór með bara nokkuð mótaðar hugmyndir, reiðbúin að hlusta og síðan að gera hlutina. Já, en nú erum við búin að spjalla saman hér byrja klukkutíma
Jón, hvað viltu segja svona á lokum? Hvað myndir þú leggja til í dag? Sko, ég myndi leggja til að menn virtu í verki 1. grein fiskveiðistjórnarlaganna. Hún að þetta auðlind í þessana nýtingin á henni sameign þjóðarinnar. Og það ber að gera það þjóðinni til hagsældar, skaffa atvinnu og treysta byggð og góðan lífsgrunn til landinu. Fiskveiðar eru hluti af íslenskri menningu í gegnum aldirnar og allt sem tengist fiski. Þetta ekki svona massa iðnaður. Þetta líka menningar starf og menningarveiðar og það á það bara stór hættulegt ef að heimildir til að veiða fisk safnast á örfára hendur. Þá þarf ekki mikið út að bera. En eigum við yfir höfuð að vera með kvóta á fiski í tonnum og kílóum? Menn verður sjálfst að hafa einhverja svona stýringu en við getum boðið daga út, við vitum hvað meðal fiskveiðidagur gefur af sér. Já, þetta á ekki að vera svona niður og þetta kvótakerfi fyrst og fremst fyrir bankana og upp á veðsetningur og annað þvílíkt. Þetta ekki beint út frá líffræðilegum forsendum eða frá þjóðhagslegum forsendum. Þetta fyrst og fremst út frá oft á tíðum út frá Excel-skjölum. Já, og banka, sko. Þú getur séð bara líka hvað við stöndum frammi fyrir núna í álverunum. Við erum með 3 álver eða málbræðslur sem að taka 70-80% af rafmagninu og svo þegar eitt bílareið hefur trassað að vera með varahluti og vera bara í lagi að þá hrópa allir og fórna höndu býtu við þjóðarbúið stendur fram fyrir gríðarlegum vanda. Þetta aðal kaupandina raforku og svo framvegis. Sama þetta svona lagað ábar ekki að vera og þetta, mér finnst að þjóðaröryggisráð ætti nú bara að taka þetta upp hvernig að raforku dreift í landinu, en sama það ef þú komið fiskveiðiauðlindina á örfára hendur og svo kemur eitthvað fyrir það fyrirtæki það ekki við meðum ekki gleyma því heldur að fiskurinn í sjónum sameign þjóðarinnar. Og fiskimennir og þeir sem stunda sjóinn eru líka bæði þeir stóðir þjóðfélagsins en líka menningarlega og allt sem tengist fiski. Þannig ég bara þetta við eigum okkar líf og sál undir auðlindinni með frá ströndum landsins og fyrir byggðirnar. Þannig við bara standa vörðum þetta og vera keik og stolt. Heyrðu, ég þakka nú útsendingarstjóranum fyrir að senda þáttinn út og svo þakka ég þér, Jón, fyrir komuna og þakka fyrir mig. Takk. Já, ég þakka bara kærlega fyrir. Það alltaf svo gaman Grétar, að spjalla þessu máli. Þetta náttúrulega virkilega hugðarefni en svo þá reynum við að standa fyrir okkar. Já, takk.